Bremsuljós í blautu malbiki. Ef þau bara vissu hvar ég faldi mig. Undir sæng og skinn við skinn. Hún spurði hvað tímann minn. Ég heiti Guðrún, nafni GDRN. Ég er 22 ára og er tónlistarkona. Uppalin í Mosfellsbænum og er búin að vera tónlist bara alla ævi, síðan ég var 4 ára eða 5 ára eitthvað. Var lengi vel í fótbolta líka, sá draumur var úti þegar ég sleit crossband, fór það alveg fullum kraft í tónlistina. Var hérna í millitíðinni í MR og ætlaði alltaf að vera læknir. Svo fór ég bara, alveg út í tónlistina. Þegar að læra núna jazzsöng og jazzpíanó upp í FIH og gefa út mína eigin tónlist. Kom út plata og allir bakinn. Sjáum hvað situr heldur, stöndum í stað. Já, ég veit það ekki, þú veist, ég er náttúrulega bara, ég er alveg vonlaus, þú veist, þegar það byrja einhver lög og einhverja melódíur, þú veist, ég er strax alltaf farin að radda og ég er bara að finna eitthvað og bara svona búa til, sko, þannig að það sé ekki einhver partur af mér sem að bara vill alltaf búa til eitthvað. Já, lætum mig gera hvað sem já. Já, þetta er svona, kannski næst svona freestyle eins og ég myndi komast, þú veist, þetta er svona textin er svolítið mikil endurtekning og svo er bara svolítið mikið svona að vera að breyta frasringum, bæta við röddunum og svo í miðurlaginu, þú veist, verður svona svolítið skipting. Þetta er bara svona svolítið uppbygging, þetta átti ekkert að verða endilega eins og eitthvað svona venjulegur strúktúr á lagi, þú veist, sem er svona svolítið byrjun og svo kemur viðlag og svo kemur aftur annar kórus og svo aftur viðlag og svo eitthvað svona BAM í endan. Þetta átti að vera eitthvað svona aðeins öðruvísi, svolítið meira bara svona, bara svolítið meira einhvern veginn frelsi í þessu. Já, litli bróðir minn sem heitir Matthías Eyfjörð, hann er að búa til beats sjálfur, sko, og keypti sér alveg hátalara og allar græjur og svo náttúrulega er hann bara með þetta á blasti, skilur, þannig að maður kemst ekki hjá því að heyra þetta þegar maður labbar hérna fram í herberginu hans. Hann var að spila eitthvað beat og ég bara stökk inn í herbergi og alveg bara, þetta er flott, má ég fá þetta? Og hann alveg, já, geðveikt, og svo fór ég með þetta til Bjarkvæðateits í Ratio, Tvíkinu, og við ákveðum aðeins að vinna með þetta. Þannig að hann á þessa lúppu sem er hérna í byrjun, sko. Og svo svona unnum við svolítið út frá því og svona. Nei, það er ekki langt ferli. Ég sendi þessa lúppu bara á strákana og sagði, hei, litli bróðir minn var að gera alveg geðveikt flott beat, þannig að getum við ekki unnið eitthvað með þetta. Og þeir bara byggðu upp eitthvað svona skemmtilegt í kringum þetta. Þegar ég fór að hlusta á þetta og svona byrjaði að koma og ég þurfti bara að finna orðin sem að pössu við hrynjandann einhvern veginn í söngnum, sko. Og þannig kom svolítið þetta þarf þig endurtekningin. Erum við að vinda okkur upp í Sýrland? Já, við skulum vinda okkur upp í Sýrland.